Jæja, góðan daginn, Guðbjörn Gunnarsson, PCC markþjálfi hér. Langar aðeins að tala um markþjálfun. Breytingaferli þarf eftirfylgni og kannast þú við það að fara hring eftir hring og lenda alltaf í sömu holunni. Og þá er gott að vitna í okkar besta mann, Albert Einstein, og hann talaði um það að við þurfum nýtt stig hugsunar. Þau vandamál sem kom upp í dag, okkur vantar bara búnaðinn til að leysa þau. Þannig við þurfum að fá að líta á málin frá öðru sjónarhorni. Og þá er gott að koma í markþjálfun og fá speglun. Og í markþjálfun þá færðu yfirsýn yfir hlutina og leyndardómurinn við það að vera þroskast það þegar þú heyrir þig segja þá hluti sem þú þarft að gera, þá breytist heildarmyndin, þú fær nýja yfirsýn. Ef ég vil fá breytingu, þá þarf ég að öðlast skilning á ferlinu. Og hvaða breytingar viltu innleiða? Uppgötvun fylgir uppgötvun sem hvert skapar nýtt hljóðfæri til að öðlast tækifæri til að fara nýja leiðir og finna ný og fersk svör. Og svörin þín eru innra með þér. Þess vegna er svo ótrúlega gott að fara í markþjálfun að lenda á einhverju sem er alveg hlutlaus. Við viljum fá upplifun en ekki upplýsingar. Kannast þú við það eins og ég sem kannast við það svo mæta vel að vita nákvæmlega það sem ég á að gera og gera það ekki. Og svo tala ég þetta við vini mína að ég var að gera þetta og átti ekki að gera þetta en geri það samt. Og ég trúi því að oft leynist það sem við erum að glíma við í líkamanninum ekki í huganum. Alveg svo þegar við förum og borgum með vísakortin okkar og þú ert að fara að slá niður PIN-númer eða þú manst það ekki, líkaminn mann það. Þannig að mín hugmynd er svo að finna upplifanir sem láta þig líða vel. Þannig að til dæmis ef þú ímyndar að setja púsla og þú ert að leita af púslunum og það sem skiptir mestu máli finnst mér vera svefnin. Þannig ef að svefnin er ekki í lagi, að byrja að takast á við hann. Og þá viljum við hugsa hvernig leggjum við inn fyrir góðum morgundegi. Við gerum það með að borða léttan kvöldverð, fara í göngutúr, spila borðspil, lesa bók, hringi vini, þú veist hringi vinin í Kína og Zoom og sofna út frá því að vera að lesa bók. Og þá vaknaru mjög hress. Andstæðan við það er að koma heim mjög þreyttur, fá sér að borða, fara í síma, fara í tölvuna, horfa á sjónvarpið, fá sér meira að borða, sofna við sjónvarpinu og svo vaknaru og þú átt ekki séns í að taka góðar ákvarðanir.